María var ósköp venjuleg stúlka sem bjó í borginni Nasaret. Hún bjó hjá foreldrum sínum og heitbeitti manni að nafni Jósef. Það gerðist dálítið óvænt. Þá vitir engill Maríu. Ég er með skilaboð til þín frá Guði. Þú munt verða þunguð. Barn þitt verður sonur Guðs. Ég geri eins og Guð vill. Og María var þunguð og bar það til að það kom boð frá Agnes keisara að skrásetja alla heimsbyggðina. Allir íbúar ríkisins getur skráð sig á manntal í þeirra borg eða bæ þeir ættu ættir að rekja til. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver eftir sinna borgar. Fjölskylda Jósefs og Galíleu var komin að Davíð konungi. Þess vegna varð hann að fara til Betlehem, þorpsins þar sem Davíð fæddist. Þangað fór hann ásamt Maríu heitkonu sinni. Þið náðu aðfangastofu að hvergi hægt fá gistingu nema í fjárhúsinu hjá gistuhúsinu, en þessa nótt fæddi hún son sinn frumgetinn og vafði rifjum og lagði hann í jötuna. Úti í haganum í grenndinni voru fjárhirðar sem vöktu yfir fé sínu. Nóttin var dimm og allt var kyrrt og hljótt, en skyndilega ljómaði skært ljós. Engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá og urðu þeim mjög hræddir og engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá ég flyt ykkur gleðifréttir. Í dag er frelsarinn fæddur í Betlehem, konungurinn sem Guð hét að senda, Kristur. Þér munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. sem lofuðu Guð og sögðu: Dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Og þegar englarnir voru farnir frá þeim til heimsins, sögðu hirðarnir hver við annan: Ég skal fara rakleiðis til Betlehem og sjá þennan atburð sem orðinn er og drottning með kunnugt oss. Og þeir fóru með skyldu og fundu bæði Maríu og Jósef og unga barnið liggjandi í jötunni. En þegar sáu barnið skýrðu þeir frá því sem talað hafði verið barn þetta. En þeir sneru aftur út í hagann og sögðu þeir öllum sem á vegi þeirra urðu frá barnið í jötunni.
rannsókn í stjörnuna. Víkingar frá fjarlægum Austurlöndum. Hvar hinn nýfæddi konungur? Því við höfum séð stjörnuna austur frá og erum komnir langan veg til að veita hann lotningu. Þeir héldu áfram ferð sinni til Betlehem og þar féll ljóminn frá stjörnunni skær á lítið hús. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið ásamt Maríu móður þess og féllu fram og veittu því lotningu og þeir opnuðu fjárhirslur sínar og færðu gjafir, gull, reykelsi og myrru.